íbúa. Þetta stórt verkefni og ég fyrsti starfsmaður sem snýr að þessum málum hjá sambandinu. En sveitarfélögin eru öll á fleygiferð og það mjög áhugavert að taka þátt í þessari vegferð sem núna framundan. Því það gríðarlega margt þetta að gera saman. Ég var verkefnastjóri og þjónustuhönnuður hjá Stafrænt Ísland sem hjá fjármálaráðuneytinu og koma þeir uppbyggingu þeirrar einingar. Þar búið að vinna gríðarlega mikilvægt starf í því að byggja vinna að grunninnviðum hjá ríkinu til þess að það sé hægt að fara í stafræna þróun. Og það búið að vinna af tækniarkitektúr og það búið að semja við Istana strauminn sem X-Road sem var keyptur frá Íslandi. Gerir það verkum að þetta flytja gögn milli Við sjáum ekki streymið, við sjáum ekki myndasjóið. Sjáum þið ekki myndasjóið? Má sjá. Það er að skoða það. Sjáu það núna? Þetta er fínt. Sjáu það núna? Já. Og ég hef Já, en ég hef líka verið að vinna hjá ríkinu hjá velferðarráðuneytinu sem verkefnastjóri og forsætisráðuneytinu og var lengi vel ráðgjafi hjá Capacent. Þannig ég hef verið að vinna að breytingastjórnunarverkefni síðastliðin 15 ár og í stafrænni breytingastjórnun og stafrænni þróun síðastliðin 3 ár. Þannig að ég er komin býsna langt inn í þessi mál. En mér langaði til að byrja í upphafi á því, hvað þetta stafræna er, því að það er mikilvægt, það er nú kannski ekki allir alveg með það á hreinu, hvað þýðir þetta fyrir okkur og hvað þýðir þetta fyrir sveitarfélagið. Þessi skilgreining er frá Tom Loosemore, sem hefur verið mikið notuð hjá hinu opinbera í Evrópu og út allt. Að nota menningu, verklag, verkferla og tækni internetaldarinnar til að bregðast við auknum væntingum fólks. Og það er svolítið þannig að þetta þessar væntingar og þarfir sem hafa breyst gríðarlega mikið. Og að innleiða stafræna umbyltingu eða vera í þessari vegferð er í rauninni 80% bæði stjórnskipulag, stjórnunin, ferlarnir og menningin. En 20% kannski tæknin sjálf. Þannig þetta er stórt verkefni og þessi mynd sem ég sjáið, mér finnst hún mjög skemmtileg. Hún er svolítið gömul eins og við sjáið frá 2005. En hún segir þetta mjög vel, eða lýsir þessu mjög vel, hvernig stafræn umbyltingin er. Og ef þið sjáið á lágritásnum, það er þessi tími og flækjustig og samþætting. En á lóðréttásnum er ávinningur og kostnaðurinn. Og fyrstna tækni jump, hoppið eða upphafið er náttúrulega þessi hvernig vefirnir hafa þróast. Það er þetta að vera upplýsingar setja þær mjög vel fram á vefnum og það er þetta að leita á vefnum og það er þetta bæði vera með einhvers konar interaktion á vefnum og ég held að þangað erum við nú heldur betur komin. Næsta skrefið er interaktion eða gagnvirkni og snýr meira að því að það sé hægt að sækja á vefnum stafrænar umsóknir og eiga í samtali í kringum umsóknirnar og sækja gögn inn í umsóknir þannig að þú ert ekki að skrá allar upplýsingar inn í umsóknir og það er þetta næsta stökk. Síðan kemur stökki sem er transaction og það þýðir náttúrulega að þá erum við farin að endurhanna þjónustuna og veitinguna og þjónusturferlið algjörlega í gegnum skipulagseininguna, alveg frá framenda og alveg inn í bakenda. Allt ferli, verkferlið og menninguna og annað slíkt. Og þarna verður þetta stóra cultural leap, þannig að menningarbreyting.
og þarna fer stafræn umbylting að hafa mest áhrif. Síðan transformation, þú veist, þarna erum við komin í bara, þarna erum við að fara að taka skrefið að við erum að fara í bara bæði að taka pólitíkina og alla stefnumörkunina út frá stafrænni umbyltingu. Og þarna fara í rauninni svona transforming government services. Þarna erum við fara að umbreyta algjörlega þjónustunni. Og áhugavert kannski fyrir ykkur að spá í það hvar við erum stödd. Ég held við séum bara rétt að neðst á kúrfunni. Og það er mikil vinna framundan. En þessi mynd, hún sýnir okkur líka svolítið það er mikil vinna framundan og þetta mun gerast hratt, en samt sem áður er þetta rosalega mikil vinna. Við getum skipt svona stafrænni þróun upp í, þetta stafræn þróun gagnvart þjónustu við íbúana, þjónustu veitingin, og svo þetta stafræn þróun sem snýr að nýtingu upplýsingatækni til að bæta rekstur og skilvirkni. Og ég ætla að fókusa núna með ykkur svolítið á frekar þjónustuna við íbúa og áhrifum stafrænni þjónustu á jafnræði. Stafrænni þjónustu er ætlað að einfalda þjónustu með hjálp tækni eða gefa íbúunum kost á því að eiga bæði viðskipti og samskipti og fá þjónustu við sveitarfélög með þeim hætti sem þeir kjósa frekar. Og þetta er kannski ágætt því að sumir tala já, stafræn þróun, hún gerir það verkum að ég get ekkert gert hlutin eins og ég vil bara hringt og annað slíkt, en það er ekki þannig. Það er í rauninni möguleiki á fyrirgefið, afsakið. Það er möguleikin á að geta, afsakið aðeins. Já. Já, með því að kjósa frekar. Það er nefnilega að það er alltaf hægt, í stafrænni þróun er alltaf þannig að 20% tilvika verða alltaf bara eins og við erum vön. En minni pappír, það er það sem við erum að sækjast eftir og það er færri skref, það þarf ekki að vera að keyra út allt. Það er þessi betri yfirsýn á ferlum og umsóknum í rafrænni þjónustu. Það er, þjónustan er líka öruggari, það er öruggari geymsla á gögnum og umhverfisvænni. Því að við vitum að við erum að fækka kolefnissporunum með því að minnka þessar ferðir. Þjónustan við íbúana, það sem ég langaði að tala er að þetta er auðvelt aðgengi að upplýsingum þar sem framsetning upplýsinga er hönnuð út frá þörfum notenda. Og Bretarnir, þeir hafa mikið sett áherslu á þetta, hvað er þetta content design. Þannig að öll þjónusta er skrifuð inn á vefinn í skrefum. Þannig að hver notandinn er að fara skref fyrir skref í gegnum þjónustuna. Og þar af leiðandi mun þetta hafa áhrif á það að þú getur verið að hlusta, ég get talgerfli, þú getur verið að eiga samskipti inn í gegnum þjónustuna og spurt út í hana, til dæmis með svona chatbox eða spjallþráðum og þú átt í rauninni að geta lesið þér til þannig þjónustuna að þú þarft ekki að fá mikla viðbætur. Þetta er áhersla sem er mikil breyting af því að áður fyrr hafa upplýsingar oft verið skrifar út frá þeim sem skrifar upplýsingarna en ekki út frá þörfum notenda. Og það er mjög mikilvægt að við gerum það þannig núna að endurhanna skrif þjónustu. Það mun hafa mikil áhrif og auðveldar íbúum lífið. Og þú hefur meira val þá líka. Og þetta náttúrulega mun hjálpa fólki sem hefur á
í erfiðleikum með að tala eða skrifa og tjá sig símleiðis og þessi tækni mun tvímælalaust hjálpa því fólki. Stafræn þróun felur í sér að fólk þarf ekki að mæta á staðinn og miklu minna mæli og getur átt samskiptin á vefnum og sótt þá þjónustu það þarf á að halda á sveitarfélögum. Og það þarf kannski ekki að tala við einstakling sem líka eitthvað sem er mikilvægt ef við hugsum til jafnræðis. Og fólk ætti að fá sömu þjónustu, hvort sem það býr nálægt ráðhúsi í sveitarfélagi eða ekki. Og þetta náttúrulega eykur þetta jafnræði varðandi hvort sem þú býr nálægt eða ekki og þegar við erum að hugsa til þessara sameininga sem eru framundan út frá þingsályktunartillögu sameiningar sveitarfélaga að þá hvort sem þú býr í 200 km fjarlægð eða ekki þá átt að fá sömu þjónustu og það gríðarlega mikilvægt að það sé hægt og stafræn þróun mun geta gert það að verkum að þú átt að fá sambærilega þjónustu, sama aðgengi. Og líka þegar við hugsum í þessu ljósi að þá náttúrulega aðgengi meira og þeir sem eru með líkamlega fötlun og geta ekki verið að mæta á staðinn að þeir fá sömu þjónustu. Og þetta eykur sjálfstæði einstaklinga og sem náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Þú færð í rauninni svolítið, þú veist að ef þú á einhvern hátt getur ekki farið og fengið þjónustuna, að þú átt að fá sömu þjónustuna því henni boðið upp á hana á vefnum. Aðeins svona umsóknir og leyfi, því það nú svona það sem verið að vinna mest í, að gera umsóknir og leyfi stafræn. Þannig að það sótt þjónustu rafrænt, þar sem hægt að senda rafræn gögn með umsóknum, hægt að sækja rafrænt gögn frá þriðja aðila eða úr gagnagrunnum, þannig að fólk þarf ekki sjálft að veita upplýsingar eða sækja þær. Þetta stóra málið varðandi að þú getur farið og sótt á netinu og þessi gagnvirkni gríðarlega mikilvæg þáttur, þannig að í rauninni átt að geta sótt án þess og skrifað undir umsóknir og þú getur bara setið heim í stofu. Og fólk á að geta fara inn og sótt allar upplýsingar sín mál og stöður sinna mála. Og þetta gerir okkur kleift að bara afgreiða okkur sjálf og þetta eykur gegnsæi og það minni hætta í rauninni á mismunum. Ég ákvað að setja inn nokkur dæmi, kannski ég ætla ekki að fara djúpt ofan í þau, en stafræn þróun getur verið að veita okkur það að við erum með rafræna gátt þar sem hægt að kjósa matriði sem stendur til að ráðast í, ásamt því að koma skoðunum sínum og þörfum á framfæri. Líka eins og Reykjavíkurborg hefur þróað fjárhagsaðstoðarlausn, þar sem hún hefur verið hönnuð eins og vorum að tala áðan, algjörlega frá A til Ö og í gegnum allt kerfið. Og þar þetta gagnvirk þjónustugátt, þar sem öll samskipti vegna umsóknanna geta farið fram og kallar eftir gögnum sem ekki finnast í kerfum sem sveitarfélagið hefur aðgang að. Og það bara þannig að fólk sem þarf að sækja velferðarþjónustu og til dæmis þessa þjónustu, það getur verið óþægilegt að þurfa að mæta á staðinn og það getur verið þannig að þessi þjónusta til dæmis gott dæmi að eykur jafnræði og fólki líður betur með að sækja Annað dæmi sem ég ætla að setja aðeins fram hérna. Íbúi eða umboðsmaður getur sótt þjónustu fyrir fólk með fötlun í þjónustugátt sveitarfélags, átt í samskiptum við sveitarfélagið þar ásamt því að kalla eftir gögnum. Og þetta líka gott dæmi og geta sátt félagslegt leiguhúsnæði í þjónustugátt sveitarfélagsins, þar sem einnig hægt að eiga samskiptum og óska eftir gögnum. En aðeins að tala
gervigreindina því að hún náttúrulega partur af þessari stafrænu framþróun og þar hefur verið svolítið rætt jafnræði því að það getur skekkst í hönnun gervigreindar. Og núna í dag það þannig að það eru karlmenn sem hafa verið að hanna og þróa gervigreind og það getur haft áhrif. Og þegar verið að forrita fyrir gervigreindinni, og þegar kerfið í rauninni gervigreind, það les gögn þig og lærir. Og það kallað þess machine learning, það hluti af gervigreind, og býður þá þjónustu sem hentar þér og tekur ákvarðanir sem maðurinn gerði áður. Í þeirri lausn sem ég var að segja ykkur frá áðan, í fjárhagsaðstoð Reykjavík, þá ákveðin gervigreind. Og það mikilvægt að passa jafnræðið, en ég held, og menn eru nokkuð vissir það, að þegar þetta vel gert, þá þetta eykur þetta, náttúrulega passar þetta frekar upp á jafnræði, frekar en kannski maðurinn sem leggur alltaf mat á hlutina, einn og sér, einstaklingurinn. Ég ætla að segja eitthvað frá til dæmis eins og í Bandaríkjunum, þar sem hefur verið mikið gagnrýnt varðandi gervigreind, þá til dæmis meiri líkur á að dökkur maður sé ásakaður einhverja glæpi heldur en hvítur maður. Og það svona skekkja sem til dæmis getur komið fram. En þarna líka getur verið komið skekkja í kynjahlutfalli, kynjamálum og þannig að þetta eitthvað sem þess að hugsa en ég held, gervigreind ekki mikið komin inn í stafræna þróun en í dag. Þótt það sé mikið talað gervigreind, þá þetta í rauninni, við erum ekki komin langt, alls ekki. Og sérstaklega ekki hjá hinu opinbera. Önnur þjónusta við íbúa, það náttúrulega sem að hjálpa gríðarlega mikil og eykur jafnræði gríðarlega mikil. Og það náttúrulega þessi að geta að við tekið þessi viðtöl og fundi í fjarfundabúnaðum sem eru öruggir. Og þarna verið að auka aðgengi gríðarlega mikið. Og þú getur pantað tíma á netinu, auðveldlega og valið þann tíma sem hentar þér, eða þínum aðstæðum. En svo eru lausnir aðra sem líka bara eru mjög góðar, að þú getur tekið myndir á símaðinn og sent inn ábendingar fyrir sveitarfélagið þitt og þú getur hægt að nota kort fyrir bókasafnið þitt eða sundið, ertu í staðinn með app í símanum þínum. En það svona spurning hvað það hefur áhrif á jafnræði en þetta eru áhugaverðar lausnir. Íbúalýðræðið, það náttúrulega eitthvað sem allir kannast við og ýmsar lausnir sem snúa að því. En það náttúrulega samskiptalausnir sem gefa kost á meiri íbúalýðræði, þar sem íbúar geta haft áhrif á ákvarðanir í sveitarfélögum, stefnumótun, fjárhagslegri forgangsröðun og lausn mála. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega inn í menntamálinu, það náttúrulega gríðarlega mörg tækifæri. Álfildur kemur á því á eftir en þarna eru gríðarlega líka mikil tækifæri, það meira jafnræði fyrir börn og líka fyrir foreldra. Til dæmis allar upplýsingar skólagörnum barnsins eru aðgengilegar í gátt sem mötuð af upplýsingum úr kerfum skólans, samskipti milli kennara og skóla í þessi stað og foreldrar geta einnig farið fram í gegnum gáttina. En þarna þarf ekki að mæta og þú getur fylgst mjög vel með skólagöngu barnsins inn í þessari lausn. Og svo eru náttúrulega bara lausnir hjá skólanum upp og stafrænar lausnir sem hjálpa börnum mjög mikið. Og Helga kemur svo frekar inn í heilbrigðismálin, en það eru náttúrulega fjölmargar lausnir sem tengjast hlutum, svona Internet of Things, og einfalda lífið. Og þú getur verið í samskiptum eða fengið viðvaranir út frá stafrænum lausnum tengdum heimilum aldraðra og það náttúrulega aukur jafnræði gríðarlega mikið.
og stafrænar lausnir auðvelda fólki utanumhald og heimsókna og lyfjagjöf og þetta náttúrulega gerir fólki miklu sjálfstæðara sem þarf á þessari þjónustu að halda. Þarna eru mikil áhrif sem stafrænar lausnir hafa á jafnræði. En ég ætla nú bara að klára þetta hjá mér og ég lít svo á að þótt að ég sé ekki að fara og snúa þessu inn á jafnræði sem snýr að starfsmönnum sem vinna við starfan hjá vinnustofunum, hjá sveitarfélögunum. En það líka alveg tilefni að skoða það vel út frá jafnræði og kynjajafnræði og almennt. En stafræn þróun getur haft mjög jákvæð áhrif á jafnræði. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir og ég afsaka þetta. Svona þetta að vera heima. Maður fær börnin inn þó svo sé búið að undirbúa það kom ekki fyrir. En takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Fjóla. Þetta var áhugavert og það eru nokkrar spurningar komnar sem að ég beina til þín, kannski bara að byrja að taka 2 og fá þetta að svara þeim og svo kannski bætum við mögulega 1 til 2 og það eru hér til að mynda spurning frá Sæmundi hvenær hætti stafræn þjónusta að vera valkvæð, þetta kvöð fyrir þá sem ekki eru stafrænir og hvernig það hægt að koma veg fyrir mismunun á þeim grunni. Nú þá er líka hér spurning frá Bjarkey persónuverndarvinkilinn og umræðu persónuvernd og þá gervigreindin og söfnun upplýsinga. Hvernig það sé þá tryggt, algjörlega tryggt að það sé ekki reglulegar upplýsingar og fólk getur treyst því öllu saman. Ég biður þig að svara þessu fyrst. Já, varðandi hvort að stafræn þjónusta hættir að vera valkvæð. Það er nú bara þannig að það verður alltaf möguleiki á að hafa þjónustuna ekki stafræna. Það er þannig einhvern veginn í þróunni að það er alltaf gert ráð fyrir því, bara eins og ég hef verið að fylgjast vel með Bretlandi og í Evrópu. Það er alltaf möguleikin líka. Það er alltaf 10-20% einstaklinga sem vill ekki nýta sér stafræna þróun og stafræna lausnir. Og ég býst við því að það verði því verði haldið þannig. Það verður ekki gefin kost á því að fá þjónustuna á þann hátt sem eru vönðin í dag. Svara þetta spurningunni. Og svo varðandi hinar spurningana, varðandi persónuvernd, því að fólk að tala gríðarlega mikið það, kannski gögnin ekki nógu örugg, kannski ekki verið að passa nógu vel upp persónuupplýsingar í stafrænum lausnum. Ég held að í rauninni sé stafrænar lausnir oft öruggari heldur en það lausnir sem í dag. Við erum ofta að hugsa með persónuverndarmál að þá að fara með gögn í aftursæti á bíl og keyra á milli sveitarfélaga. Skýjalausnirnar, þær hafa verið ræddar, þær eru orðnar mjög öruggar í dag og X-Road sem ég menntist á áðan, sá gagnaflutningslag sem var keypt frá Eistunum, það gerir það verkum á gögn einstaklingar sem fluttir á milli stofnana eru mjög öruggur gagnaflutningur. Já. Já, takk fyrir þessu svör. Það eru 2 spurningar hérna til, önnur kannski aðeins í sama hnérum frá Elínu Lofníu að hvaða tækifæri fólk hefur til þess að velja sér þjónustulið og hvernig sé þá að svara þeim áhyggjum íbúa og annarra að rafvæðingin muni geta stoppað aðra þjónustuleiðir og svo hins vegar hér spurningum það á hvaða sviðum þjónustu sveitarfélaga þú sjáir mestu breytingarnar á næstunni með stafrænum lausnum, hvar eru að fara að sjá mestu umbyltinguna bara framöndan?
Já, varðandi fyrir spurninguna, sérstaklega þegar snýr að sveitarfélögum þá held ég að það muni alltaf vera möguleiki á að fá þjónustu, veitingu, ekki rafræna. Því það munu sérstaklega núna kannski næstu 10 árin munu alltaf verða einhverjir sem að þurfa á þjónustu sem ekki stafræn. Þannig að ég býst ekki við að þetta sé eitthvað sem að fólk þurfa að hafa áhyggjur af. Og hvað var það að seinni spurninguna, þá sé ég mestu tækifærin vera í velferðarmálum, mjög mikil tækifæri þar. Við megum að sjá mikla breytingar þar. Einnig munum við sjá mikla breytingar á því að við getum farið að sækja margt hjá sveitarfélögum með stafrænum hætti. Og þá er ég ekki að tala bara að skrifa inn texta á netinu og sækja þannig, það verður í rauninni fyrir að sjá þjónustuna þannig að það eru sótt gögn fyrir okkur, við þurfum ekki að senda þau inn, við þurfum ekki að skrá þau inn og við fáum að vita hver stað okkar gagnvart málinu auðveldlega. Þannig að ég held að við munum sjá stafræna þjónustu aukast gríðarlega í þá áttina. Já, bara takk fyrir þetta og takk fyrir erindið, mjög áhugavert, en nú höldum við áfram og þú varst að tala velferðarmálin og velferðartæknina og það einmitt efni næsta fyrirlestrar. Helga Harðardóttir, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneyti, ætlar að fjalla fjarheilbrigðisþjónustu og við heyrðum núna í síðasta aðgerðapakkanum sem var kynntur að það var áhersla á þannig málaflokk og vil bara bjóða þær að gera svo vel og þið getið verið síðan að skrifa spurningar bara eftir því sem það er að vakna undir fyrirlesturunum. Gera svo vel. Já, góðan dag. Takk fyrir þetta. Vona allir heyri í mér. Helga Harðardóttir heiti ég, sérfræðingur í heilbrigðisráðuneytinu. Og mér var falið það verkefni að ræða hér rafræna heilbrigðisþjónustu. Og rafræn heilbrigðisþjónusta er hvað við segja, svona yfirflokkurinn. Við getum sagt að það séu svo ýmsir aðrir undirflokkar sem að koma þar undir, eins og til dæmis rafrænar sendingar. Lyfjagátt er dæmi það, þar sem að lyfseðlar eru sendir frá lækni í apótek. Nú gagnagrunnar er líka annað form af rafrænni heilbrigðisþjónustu, rafræn sjúkraskrá er dæmi það og svo eru til ýmsar afgreiðslulausnir eins og til dæmis netspjallið. En fjarheilbrigðisþjónusta er fjórða atriði, eflaust eru mun fleiri, en það er einmitt fjarheilbrigðisþjónustu þátturinn sem að ég ætla að fara að fjalla einna helst hér í dag. Að mínu mati er fjarheilbrigðisþjónustan einmitt vaxtarbroddurinn í íslenskri heilbrigðisþjónustu í dag. Nú, en hvað er fjarheilbrigðisþjónusta? Fjarheilbrigðisþjónusta er leið til miðlunar heilbrigðisþjónustu innan heilbrigðiskerfisins og kemur í raun til viðbótar við aðra miðlunarleiðir. Þar er áherslan einkum á umbætur í heilbrigðisþjónustu sem leiða til bætt aðgengi og öryggi fyrir sjúklingana. Hún snýst fyrst og fremst ekki tækni, heldur það að veita þjónustu. Nú, verkefni fjarheilbrigðisþjónustu er að búa til nýja samskiptaleiðir, nýja verkferla. Það er spurning að valdefla fagfólk líka og einnig að valdefla almenning, því að almenningur verður að taka við því framboð af þjónustu sem við viljum veita með fjarheilbrigðisþjónustu. Nú, fjarheilbrigðisþjónusta er líka tækifæri til að auka samvinnu og efla teymisvinnu og kemur líka inn á verkefnastjórnun og að vera drifkraftur til breytinga. Og svo síðast en ekki síst er fjarheilbrigðisþjónusta liður í að styðja við samþættingu og sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu. En það er einmitt atriði sem við teljum vera sérstaklega mikilvægt núna þegar við í þessum leiðum sem við erum að hefja
hér í dag, eða á þessum tímum, getum við sagt. Ég ætla aðeins að fara stuttlega yfir forsöguna og hvernig svona þessi þróun hefur verið hér hjá okkur á Íslandi. Nú, árið 2016 skipaði þáverandi ráðherra starfshóp sem átti að fjalla málaflokkinn og finna leiðir til að efla fjarheilbrigðisþjónustu. Nú, hópurinn skilaði skýrslu og lagði til 4 áherslurnar væru í 4 liðum. Í fyrsta lagi að unnið yrði að því að fá eina sjúkraskrá, samtengda sjúkraskrá fyrir landið. Í öðru lagi að stutt yrði við frumkvöðlastarf á Suðurlandi og það víkkað frekar út. Í þriðja lagi að innleiða verkferla í fjarheilbrigðisþjónustu og fjórða lagi meta árangur og vinna að langtíma stefnumótun. Nú, helstu frumkvöðlaverkefnin hér á landi má segja að hafi verið klaustursverkefni svokallað, það hefur nú verið kynnt víða og margir þekkja það. Líflínan er annað verkefni sem gengur út á fjarþjónustu við skip og þriðja svona frumkvöðlaverkefni er samskipti talmeinafræðinga og sálfræðinga við skjólstæðinga. Þessir verkefni hafa verið svona, og þarna hefur áherslan verið á að þróa fjarlausninni innan sjúkraskrárkerfisins þannig að þær séu aðgengilegar og öruggar fyrir alla. Nú, sumir fóru á stað og tóku þennan bolta, héldu áfram með verkefnið og fóru að þreifa sig áfram með tæknina, hvað má og hvað má ekki. Sumir voru að kaupa þessa hugmyndafræði, aðrir ekki. Það reyndist síðan vera að innleiðingin var lykilþátturinn í því að hvort að hlutirnir yrðu að veruleika eða ekki. Og þetta var svolítið svona að ýta fólki í að taka upp þessa nýju aðferð. Það var því svo að ráðherra skipaði nýjan starfshóp 2018 sem skilaði annarri skýrslu og þeim var ætlað að taka boltann, halda áfram og leggja fram tillögur hvernig væri hægt að vinna að þessu svona til framtíðar. Niðurstöður þeirra skýrslu voru líka í 4 liðum. Það fyrsta lagi að móta stefnu til framtíðar og sviði fjarheilbrigðisþjónustu. Í öðru lagi að hafa miðlægan ráðgefandi hóp fagaðila. Að þriðja lagi að koma á verkefnastjóra eða verkefnastjórn fyrir sérhvert verkefni sem yrði tekið upp. Og í fjórða lagi að leggja fram nokkra tillögur að verkefnum. Til að vinna áfram með þessar tillögur þá var næsta atriði þá ráðuneytismegin að huga að stefnumótuninni og það kemur í ljós að málefni fjarheilbrigðisþjónustu kemur fyrir í öllum þeim stefnum sem að við í ráðuneytinu horfum til á vettvangi stefnumótunar og því var ákveðið að gera ekki sérstaka stefnu fjarheilbrigðisþjónustu heldur nýta það sem fyrir þær stefnur sem að við erum að vinna með frá degi til dags. Hvort að það verður til framtíðar kemur bara í ljós, en þetta var allavega ákvörðun til að byrja með. Aðeins til að skerpa á þessu módeli sem við vinnum eftir í heilbrigðisráðuneytinu og þá það svoleiðis að landinu okkar skipt upp í 7 heilbrigðisumdæmi, það eru 6 á landsbyggðinni og 1 heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins. Forstjórar hvers heilbrigðisumdæmis eru í raun umdæmisstjórar fyrir þá heilbrigðisþjónustu sem þar veitt og því það svolítið þeirra að útfæra og ákveða hvar og hvernig fjarheilbrigðisþjónustu skuli innleidd og veitt á sínu svæði. Nú, staðan í dag er svo að við ákveðum að taka þarna tillögur seinni starfshópsins að útbúa svona betra stuðningsnet í kringum þessi sprotaverkefni sem að væru til staðar og því var farið í það að útbúa þennan ramma fjarheilbrigðisþjónustuna hér á landi sem felur í sér að skipa
sérfræðihóp fjarheilbrigðisþjónustu. Þarna efsti kassinn, skipaður fulltrúum frá nokkrum heilbrigðisstofnunum. Nú, þessum hópi ætlað að vinna samkvæmt þeirri framtíðarsýn að fjarheilbrigðisþjónustan verði samtvinnuð annarri þjónustu í heilbrigðiskerfinu og falli vel inn í skipulag kerfisins. Þeim ætlað líka að hafa frumkvæði að því að efla og styðja við framþróun á sviði fjarheilbrigðisþjónustu, veita upplýsingar og vera hvatning og skapa vettvang til miðlunar og reynslu. Nú þar fyrir neðan sjáum við skilgreindan verkefnastjóra fjarþjónustu. Hann var ráðinn og hann svolítið svona miðpunktur í þessu módeli. Hann hefur tengsl við sérfræðingahópinn en einnig við verkefnastjórana sem síðan eru tilnefndir á hverri heilbrigðisstofnun. En verkefnastjórunum þessum miðlæga ætlað að vera tengiliður og styðja við og koma á ákveðnu verklagi, halda utan það, safna inn upplýsingum og meta gæði og árangur verkefna. Nú síðan eru það verkefnastjórarnir á hverri heilbrigðisstofnun. Þeir beri í rauninni ábyrgð á innleiðingu verkefna sem tengjast fjarheilbrigðisþjónustu og sinni stofnun og þeir eiga að vera einnig vakandi fyrir þeim tækifærum sem eru á sínu svæði. Bera ábyrgð á tækjabúnaði, tryggja það að hlutirnir virki eins og til ætlast og svo framvegis. Þannig að þetta þeirra hlutverk. Nú svo þarna á hægri vængnum stýrihópur ráðuneytisins. Þar eru við svona á kantinum og fylgjumst með, höfum tengsl okkar í gegnum þennan miðlæga verkefnastjóra og eigum samskipti þannig við hópinn í heild. Nú þetta verkefni var sett á laggirnar á haustdögum og ætlað að vera 3 ára verkefni og verður spennandi að sjá hvað síðan kemur út úr því. Nú fjármagn hefur verið sett í málaflokkinn og er það fyrst og fremst kannski embætti landlæknis sem hefur unnið mest og lengst að umgjörð í kringum gæði og kröfur í tengslum við rafræna skráningu og rafræna þjónustu ýmiss konar. Nú þeir hafa þróað heilsuveru líka og hafa fengið fjármagn í það. Nú einnig má segja að á fjárlögum hefur verið veitt fjármagni síðustu ár, eyrnamerkt fjarheilbrigðisþjónustu. Nú þá má líka nefna að styrkur á byggðaáætlun hefur verið eyrnamerktur fjarheilbrigðisþjónustu og mun hann nýtast án efa mjög vel. Nú svo líka vert að nefna það að ýmsir sjóðir eru mjög viljugir til að veita fjármagn til gæðaverkefna í tengslum við fjarheilbrigðisþjónustu. En það eru svona sjóðir sem þarf þá að sækja sérstaklega. Nú mig langar að nota tækifærið og aðeins að segja stuttlega frá samnorrænu verkefni á vegum norrænu ráðherranefndarinnar sem hófst 2018 þegar Svíar voru með formennsku sem gengur út á umbætur í heilbrigðis- og velferðarþjónustu í dreifbýli. Mjög áhugavert verkefni og var okkur Íslendingum boðið að taka þátt í því. Þessu verkefni fyrst og fremst ætlað að vera vettvangur fyrir aðila til að deila reynslu, læra hvert að öðru, greina góða starfshætti og samnýta verkferla svona til að menn nýti þetta svona þvert á lönd því að í ljós hefur komið að menn að eiga við sömu hluti eiginlega á flestum stöðum óháð því hvar þeir eru staddir. Nú þessu verkefni lýkur í haust og verður þá gaman að sjá hvað kemur út úr því. Nú þátttaka okkar í þessu verkefni hefur verið með tvennum hætti. Fyrri hlutin var að kortleggja aðgengi að völdum umdæmum í hverju landi fyrir sig, kortlegging á aðgengi að heilbrigðisþjónustu og var Fljótsdals rýnt hér á landi. Nú í öðru lagi var það að verkefnið veitti svokallaðan sérfræðistuðning völdum verkefnum. Það var sótt þennan stuðning og voru það þrír aðilar hérlendis sem fengu styrk. Það Reykjavíkurborg, Akureyrar kaupstaður eða öldrunarheimili Akureyrar og sjúkrahús á Akureyri.
Já, nú þetta sem sagt skýrslan sem að hluti af verkefninu sem í rauninni svokölluð verkfærakista, hún skipt í nokkra kafla eftir hvað verið hvaða lausn að ræða og hvernig hún nýtist og hún einmitt tækifæri til að menn taki upp og horfi hvað verið að leysa, á hvaða hóp verið að sigta á og svo framvegis þannig að aðrir geti hort og litið til þeirra aðferða sem þarna beitt og hvaða tækni notuð og svo framvegis. Þannig að ég hvet ykkur til að kíkja á þessa skýrslu, hún á rafrænu formi, bæði á sænsku og ensku og þar hægt að fletta upp í lausnum og sviði velferðar og heilbrigðismála. Ég hefði getað sýnt ykkur nokkrar leiðir sem að við höfum verið að prófa hérlendis en ég valdi að taka finnska módelið, svokallað EXOT-módelið. EXOT heilbrigðisumdæmi í Finnlandi og Lappeenranta sem sagt stærsta borgin í þessu héraði og ég hafði tækifæri til að skoða þetta á haustdögum og mér fannst það áhugavert og ég vil bara nota tækifærið og svolítið að deila því sem að ég kynntist þar. Nú, þetta heilbrigðisumdæmi þarna í suðaustur Finnlandi með 130.000 íbúa. Það eru 9 sveitarfélög sem heyra þarna undir og höfuðborgin stærsta borgin þessi borg. Nú, þar eru þarna nokkur sjúkrahús og þetta eru 5.100 starfsmenn. Ég fór nú ekki í að reyna að tengja þetta við eitthvað íslenskt en þið eflaust berið skynbragð á það hversu svona umfangsmikið þetta er. Nú, þeir voru með þetta hefðbundna gamla módel í gangi þar sem að voru 2 stéttir ríkjandi, áhersla veikindi, félagsþjónustu og heilsugæsla aðskilin og skýrar deildir og með hefðbundnum múrum á milli. Og þeir ákveða að fara yfir í nýja módeli, velferðarmiðstöð sem að samanstóð á teymisvinnu, rafrænni þjónustu, áherslan á samstarf milli aðila þvert á svið og þvert á stofnanir og alls konar lausnir sem áttu að fella múra og vera þess eðlis að hún færi nær fólkinu, hún færi út til fólksins en ekki að fólki kæmi til hennar. Þarna sáum við dæmi svokallað heilsugæslu á hjólum í stað þess að reka litlar heilsugæslustöðvar á fámennum svæðum að þá útbjuggu þeir svokallaðan heilsugæslubíl sem að keyrir á milli, hann mætir í einhverja byggðakjarna á ákveðnum tímum, menn eiga pantaða tíma og þarna tekur hjúkrunarfræðingur á móti skjólstæðingum og sinnir ýmsu sem hægt að sinna þannig. Einn hægt að breyta þessum bíl og gera hann að tannlæknabíl, að hafa tannlæknastól og veita þannig þjónustu. Og ef það þarf á lækni þá hann í fjarfundi og tengist við sjúkling þannig. Nú, rannsóknarbíll annar samskonar bíll, þá þetta eiginlega rannsóknastofa á hjólum. Þar hægt að taka blóðpröfur, móttaka ýmis sýni, gera ýmsar rannsóknir aðrar, EKG og greina ýmislegt á staðnum. Annað þarf að taka lengra. Þannig að þessi bíll keyrir líka á milli og fer á milli staða. Nú, þriðji bíllinn sem þeir eru með, það svokallaður bráðabíll. Þetta mjög sniðugt fyrirbæri. Hann kallaður út þegar óskað eftir eins og við myndum tengja við neyðarlínuna hér hjá okkur eða kalla eftir sjúkrabíl, þá mætir þessi bíll fyrstur á staðinn. Hann mannaður hjúkrunarfræðingi sem menntaður bráðaliði líka. Hann metur og greinir, hann tekur ýmsar prófanir, þið sjáuð að
hann býr yfir ýmsum búnaði sem hægt að nýta á staðnum og í rauninni vinnur sjúklingin upp eftir því sem hægt tengir sig við lækni ef hann þarf á svona frekari konsult að halda og niðurstaða umdæmisins í þessari lausn það að í 43% tilfella hægt að klára málið á staðnum, stabilisera sjúklinginn og tryggja það að hann þurfi ekki frekari meðhöndlun. Þannig að þarna verið að spara flutninga á sjúkrahús í þarna 43% útkalls tilfella. Myndsímtal þarf að segja hjúkrunarfræðingurinn í staðinn fyrir að fara í hjúkrunarvitjun að þá í mörgum tilfellum hægt að nýta svona myndsímtal og þá mælir hjúkrunarfræðingur og sjúklingur sem móta á ákveðnum tímum og þeir eiga sér samtal, þarna hægt að fylgjast með sjúkling, taka lyfin, fylgjast með þegar sjúklingur sjálfur tekur blóðþrýsting eða blóðsykur, hann getur jafnvel sprautað sig undir eftirliti og svo á þetta samtal við fagaðilann. Og þetta sem sagt, kostur sem að menn eru með til viðbótar við hefðbundnar heimsóknir og símtöl. Og niðurstaða þessa hóps það að margir skjólstæðingar kjósa frekar að eiga samskipti við heilbrigðisstarfsmanninn með þessum hætti heldur en hefðbundin heimsókn þar sem allir að flýta sér og verða að rjúka á næsta stað. Nú svo sáum við þarna ákveðna gerða svona lyfjagjafaróbót sem svona tæki sem að búið að fylla lyfjum. Það opnast þarna, svona gluggi fyrir lyfjaglasið sem birtist á ákveðnum tímum. Sjúklingurinn tekur lyfið og skilar glasinu tómu og svo skráist þetta miðlægt inn í kerfin. Þetta var nú eitthvað höktandi þarna þegar var verið að sýna okkur en þetta klárlega eitthvað útfærsla af þessu sem við getum ímyndað okkur og við getum séð til framtíðar. Nú fjarendurhæfing var líka kynnt fyrir okkur. Þá það í rauninni æfingar og þjálfun með sjúkraþjálfari gegnum fjarfundabúnað þar sem að hann bæði tengdur tækinu sem að skjólstæðingurinn hefur heima hjá sér, göngubretti, einhverjar stígvélar og eitthvað slíkt sem í rauninni metur hvað hann getur og hjálpar honum í sinni hreyfingu og svo tengja menn sig fagaðilanum líka. Nú þá spurningin hvað mun gerast á næstu árum. Við ætlum að vinna að þessu módeli, reyna að nýta okkur það eins vel og hægt styðja við og vonandi tekur það okkur skrefi áfram. Nú í lokin langar mig kannski að segja í þessum COVID-faraldri sem að við höfum núna verið í síðustu vikurnar að þá hafa falist án efa töluverð tækifæri á þessu sviði. Og við höfum séð það til dæmis að það hefur verið tvöfald aukning á notkun heilsuveru og þá það heilsuvera gátt sem að sjúklingur getur séð sínar upplýsingar og á tengsl við heilsugæsluna og heilbrigðisstarfsmenn þar í gegn. Við höfum séð að heilbrigðisfólk í stað þess að ýta þessum lausnum að heilbrigðisstarfsfólki að þá hefur það verið að kalla eftir lausnum til að geta sinnt skjólstæðingum betur á þessum tímum. Og svo höfum við líka séð ákveðnar leiðir til að efla smitvarnir og í rauninni hafa þessir hópar sem eru viðkvæmir hópar gagnvart smitvörnum að nú eru fleiri farnir að taka þátt í því að finna leiðir til að geta betur vernda þá hópa og þjónusta þá úr fjarlægð. Þannig að það má segja að þó svo kannski að við höfum verið nokkuð lengi í gang að þá hefur svona ákveðin grunnvinna verið unnin og það gerir það verkum að við vorum og höfum verið nokkuð tilbúin þegar þessi faraldur brast á. Þannig að ég ætla bara að láta þetta duga í bili og tek við spurningum. Takk.
Já, takk fyrir þessa yfirferð, Helga. Það hérna nokkrar spurningar komnar og byrja hérna á tveimur og það Elín Oddný. Eru samlegðar áhrif með tækni sem nýtist í fjarheilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu, til að mynda heimaþjónustu og heimahjúkrun? Og einnig ætla ég að spyrja, þarf ekki að hjálpa að kenna heilbrigðisstarfsfólki á mismunandi sviðum víðsvegar landið fjarheilbrigðisþjónustu og hvernig verður þá slíku átaki háttað? Já, takk fyrir þetta. Samlegðar áhrifin, hvað var það félags- og heilbrigðisþjónustu eru klárlega til staðar. Það sem að reyndar og við sjáum það bara í þessu norræna verkefni, til dæmis í tilraunaverkefni sem að Sjúkrahúsið á Akureyri og öldrunarheimili Akureyrar að fara að vinna að núna einmitt samþætting á MEMAX, svokölluðu MEMAXi kerfi, þar sem að þeir ætla að reyna að vinna að svona sameiginlegri lausn eða sameiginlegri notkun á því. Það sem að kannski hefur staðið sumum kerfum velferðarþjónustu staðið í vegi það að þau hafa ekki kannski verið nægilega örugg til að hýsa heilbrigðisupplýsingar. Þess vegna hefur þróunin verið sú innan heilbrigðiskerfisins að við höfum unnið þetta mestu innan okkar sjúkraskrárkerfis. Það öruggt og það hefur ákveðna veggi sem að menn eru hafa komfort fyrir að nota og nýta. Þannig að þar hefur það helst þróast, en ég held að okkar næsta skref sé að tengja þessi kerfi saman með einhverjum hætti. Það að segja þau skráningarkerfi sem félagsþjónustan nýtir og svo þau sem að heilbrigðiskerfið nýtir. Varðandi aðra spurningu, hjálpa fagaðilum út á landi, það absolutt, það hluti af þessu 3 ára verkefni okkar og hlutverk í rauninni verkefnastjóra út á heilbrigðisstofnununum. Þeir munu verða svona ambassadorar fyrir þessa þjónustu í sínu umdæmi og þeim ætlað að fara svolítið og kenna og vera svolítið sérfræðingar á sínu svæði í því sem verið að nota þar. Þannig að absolutt verður þetta verða þeir lykilaðilar í að breiða þetta út. Já, takk fyrir þetta. Ég ætla að beina til þeim 3 öðrum spurningum og svo látum við gott heita, og það frá Elínu Oddný hvort ekki liggi mikið tækifæri á sviði endurhæfingar með fjartæknilausnum og þá hvernig sveitarfélög getur komið að því, svona vangaveltur. Þú hafi bara skoðan á því, og Sæmundur spyr hvað helst liggi hindranir í fjarheilbrigðisþjónustu, og svo spyr ég hér hvað næstu skrefin sé og hvernig, eða með hvað hætti fjarheilbrigðisþjónusta getur þá nýst til þess að auka búsetuöryggi fólks. Takk fyrir þetta. Tækifærisvið endurhæfingar eru alveg augljós og það eins og ég sýndi þetta finnska dæmi þarna, að þá sem sagt, þá þetta eitthvað sem að við munum svona beina sjónum okkar til. Það aukin, við sjáum fyrir okkur að það verði aukning á endurhæfingu innan öldrunargeirans mikið, og þá hefur það komið í ljós að svona hreyfiteymi öldrunar eitthvað sem að skiptir miklu máli og heilsugæslin byrjuð að móta. Og þá verða svona ýmsar lausnir, heilbrigðislausnir klárlega nýttar til þess að hjálpa til við að fylgja eftir og leiðbeina, hægt að tengjast oftar við einstaklinga heldur en kannski með hefðbundnum heimsóknum. Þannig að þetta klárlega verður notað samhliða öðrum miðlunarleiðum. Helstu hindranirnar, við sáum það á svona uppáhalsárum innleiðingu á fjarheilbrigðisþjónustu, það var þessi mannlegi þáttur sem virtist vera einna helsta hindrunin. Það að segja að heilbrigðisstarfsfólki var kannski ekki alveg tilbúið í þetta
og skjólstæðingarnir voru kannski heldur ekki alveg tilbúnir í þetta. Og þetta bara eitthvað sem að mun taka tíma og þessi þjónusta mun þurfa að sanna sig. Þetta stundum hefur verið litið á þetta svolítið sem annars flokks þjónusta, þar að segja við erum að nota þetta kannski dreifbýli þar sem að við getum ekki, mannað með nægilegum hætti hefðbundið fagfólk. Við viljum líta á að þetta sé alls ekki annars flokks þjónusta, heldur hrein viðbót. Við erum ekki að hætta með þetta hefðbundna, heldur bæta þessu við. Þriðja spurningin, hver eru næstu skref til að auka búsetu öryggi? Ég held að þessi þjónusta bara eins og önnur stafræn þjónusta komið til með að hjálpa varðandi búsetu öryggi og bara í rauninni að gera búsetu í dreifbýli aðlaðandi, því að heilbrigðisþjónusta er einn af þessum öryggisþáttum sem við viljum að sé til staðar þegar við veljum okkur búsetusvæði. Þannig að ég held að þetta sé bara svolítið lykill, einn af þessum lyklum sem að verður til þess að þjónustan, heilbrigðisþjónustan sé ekki hindrun á því að menn geti hugsað sér að búa á dreifbýli svæðum. Já, takk fyrir þetta, Helga. Við látum þessu lokið og förum í næsta erindi og það er Álfhildur Leifsdóttir sem er kennari og kennsluráðgjafi við Árskóla á Sauðárkróki og hefur þar verið leiðandi í innleiðing á ýmsum tæknilausnum að þarf að fjalla hérna jafnrétti til náms og hvernig það er að auka það með stafrænu lausnir. Gjörðu svo vel, Álfhildur. Já, takk fyrir. Ég sendi nú börnin út að plokka, ég er náttúrulega heima svo allir og það er stóri plokkdagurinn í dag, þannig að ekki láta ykkur bregða ef að þau koma hér blaðskellandi með ruslapoka í miðju aksjón. En komið sæl, ég er Álfhildur Leifsdóttir, kennari og kennsluráðgjafi við Árskóla á Sauðárkróki, hvar ég hef starfað við kennslu í núna 12 vetur. En þar auki sitt nú í sveitarstjórn Sveitarfélags Skagafjarðar fyrir Vinstri græna áhuga. Ég hef mikinn áhuga á breyttum kennsluháttum með tilkomu tækni og hef nýtt tæknina svona síðustu 6 árin í kennslu með mjög jákvæðum breytingum. Ég hef líka séð svolítið endurmenntun kennara land allt hvað varðar breytta kennsluhætti með tækni og ég ætla að segja ykkur hérna aðeins frá þessum tækifærum sem tækni opnar á í kennslunni í dag og hvernig tæknin getur aukið jafnrétti nemenda í námi. Hefðbundið skólastarf hefur frá áratugum innihaldið mikinn bóklestur, vinnubókavinnu og lærdóm staðreynda. En tímarnir hafa breyst og kröfurnar eru aðrar. Nemendur okkar tileinka sér lærdóm með allt öðrum hætti heldur en fyrir kynslóðir með auknu aðgengi að upplýsingum í gegnum tækni. Nám er að breytast frá því að muna allt sem er lesið yfir í vera flinkur að afla sér þeirra þekkingar sem þarf hverju sinni. En skólarnir hafa nú breyst svona heldur hægar en margt annað í kringum okkur. Þetta er skólastofa fyrir svona 60 árum síðan. Núna er mögulega komin túrstafla í staðan fyrir krítatöflu og kennarinn fann að gangi aðeins þrengri buxum. En annað hefur breyst of hægt síðustu áratugi þar til núna með 4. iðnbyltingunni. Tæknin opnar á endalausa möguleika í námi, en innleiðing og tækni snýst fyrst og fremst kennslufræði og breytta kennsluhætti með tilkomu tækninar. Það er ekki nóg að setja tæki í skólastofurnar svona rétt til að leysa af pappír. Ef að það er tilgangurinn, þá er pappír mikið ódýrari leið. Fái nemandi hugmynd, þá veitir tækninunum aðgang að myndavél, alls konar rafbókum tengdum hans áhugasviði, striga til að teikna eða mála á, eigin bókaútgáfu, hann hefur aðgang að hljómsveit, upptökustúdíói, kvikmyndaveri, alls konar heilaleikfimi eins og að tefla eða leggja kapla eða forrita. Hann getur ferðast heiminn og út í geiminn. Hann getur hannað hvaðina sem honum dettur í hug og gert prótótýpur á sinni hönnun.
Hann hefur aðgang að endalausri þekkingu, sé forvitni hans vakin og hann getur skapað á fjölbreytilegan hátt. Sköpun hefur auðvitað alltaf verið í námi hérna á Íslandi. Við höfum haldið í verkgreinar eins og smíðar og textíl, myndlist og matreiðslu sem víða var hægt að kenna erlendis en að koma aftur núna undir heitinu makerspace eða hönnunarsmiður. En tæknin opnar bara á mikið fleiri leiðir í sköpun. Nám einstaklinga með námserfiðleika hefur breyst gríðarlega með tilkomu tækja. Bara það að geta nýtt sér talgervil til að hlusta á námsefni og geta skilað verkefnum munnlega með raddupptöku í stað þess að skrifa blað, jafnar gríðarlega það bil sem óneitanlega myndast milli einstaklinga með námserfiðleika og þeirra sem kljást ekki við slíkt. Þekking og ímyndunarafl nemenda með námserfiðleika sannarlega ekki minna en annarra, en þau geta komið hvoru tveggja svo margfalt betur til skila með tækninni. Að nýta sér sýndarveruleika í námi setur námsefni í allt annað samhengi. Það að vera staddur í flóttamannabúðum með jafnaldra sínum frá Sýrlandi sem segir frá og sýnir sitt daglega líf mun áhrifaríkara heldur en að lesa tölfræði flóttamenn af blaðsíðu í bók. Að geta ferðast blóðrás líkamanns eða séð inn í lungu reykingamanns með sýndarveruleika virkilega þýðingamikið. Með tækninni verður námið áhugaverðara og eftirminnilegra. Innleiðing á tækni hefur óneitanlega í för með sér breytta kennsluhætti. Þær breytingar ættu að búa nemendur betur undir það umhverfi sem þeir koma til með að lifa og starfa í. Þessi kynslóð nemenda fæðist inn í samfélag sem undirlagt af tækni. Það skólanna að kenna nemendum að nýta sér tæknina til náms. Kennsla sem tæknin hefur fengið pláss hefur í auknum mæli fæst frá þessari staðalímynd að kennarinn standi alvitur upp við töflu og nemendur skrifa upp staðreyndir og læra þær utan að, yfir í lærdóm samfélag innan skólastofunar eða utan hennar með fjarnámi. Þar sem nemendur og kennarar læra saman, grípa það sem passar hverju sinni og bæta því við færni sína. Nám nemenda verður þannig til í rafrænum ferilmöppum og foreldrar geta fylgst mun betur með námi barnanna sinna með aðgangi að þessum ferilmöppum. Þannig verða samskipti heimili og skóla mun meiri og greiðari með stafrænum lausnum. Og leið þá það svona aukið aðhald í námi nemenda þegar hann veit að verkefnin hans verða sýnileg foreldrum hans samstundis. Og kannski lagt svona pínu meira í þetta. Og það sýndi sig núna á tímum COVID þegar kennsla búin að vera skert víðast hvar, hvað þeir skólar sem höfðu tileinkað sér breytta kennsluhætti með tækni og þjálfað sína kennara höfðu gríðarlegt forskot umfram aðra til að sinna sínum nemendum í fjarnámi. Þegar þessar leiðir og marga fleiri eru nýttar með tækjum, þá erum við farin að tala raunverulega einstaklingsmiðað nám og leið jafnrétti til náms. Tækin ekkert í stöðugri notkun, þau eru bara eitt af mörgum verkfærum í náminu. Og það sem skiptir mestu máli að sjálfstraust nemenda með námserfiðleika eykst hratt og örugglega og leið minnkar þessi vanmáttur sem einhæm notkun á blýant og blaði getur valdið. Þau standa frekar jafnfætis félögum sínum og jafnvel framar á sumum sviðum sem áður hafa ekki fengið að njóta sín. Svo megum við ekki gleyma að við höfum líka framúrskarandi nemendur sem taka verkefnin bara einfaldlega lengra, fara fram úr væntingum og það gera þeir með því að finna leiðir til að framkvæma það sem mögulega hefði aldrei orðið annað en hugmynd eða hugafóstur ef tækninar nyti ekki við. Og framúrskarandi nemendur þurfa einmitt fleiri tækifæri til að njóta sín en ekki bara bíða eftir að aðrir komist á stað sem þeir eru löngu farnir af. Það jafnrétti að allir fá að njóta sín á sínum forsendum. Hluti þróunar í námi með tækni fjarnám og það ánægjulegt að sjá hversu margar leiðir eru í boði í fjarnámi í dag, bæði á háskólastigi og framhaldsskólastigi, en ekki kominn tíma að opna fjarnám meira á grunnskólastigi. Að nemandi geti til dæmis valið sér þriðja tungumál og lært það í fjarnámi sé ekki grundvöllur fyrir kennslu á því tungumáli í hans skóla vegna til dæmis fámennis. Nemandinn geti lært spænsku eða mandarín í fjarnámi frá námssetri sem sér alla fjargrunnskólanema og sérhæft í þeirri þjónustu. Þannig myndu líka þeir nemendur sem væri að taka námsefni hraðar í grunnskóla og byrja á framhaldsskóla áföngum einnig fá þjónustuna frá einum og sama staðnum í stað þess að vera í fjarnámi sem sinnt svona mismunandi hátt frá hinum og þessum framhaldsskólanum.
Nemendur gætu þannig verið staðsettir í sínum skóla með sitt tæki á skólatíma en tekið þátt í kennslustund í allt annarri skólastofu með tækinu sínu. Í nýlegri menntagreiningu Framtíðarseturs Íslands reynt að kortleggja námsumhverfið hérlendis til ársins 2028. Niðurstaða þeirra könnunar var í stuttu máli að þátttakendurnir sem voru kennarar, skólastjórnendur og sveitarstjórnarmenn töldu að rík áhersla lögð á gagnrýna hugsun, sköpun og samþættingu námsgreina sem bara vel. En þeir töldu líka að námsumhverfið árið 2028 verða mörguleyti eins og núverandi námsumhverfi, að nám fari að mestu leyti fram í skólastofum, að snjalltæki verði ekki endilega verkfæri til náms, að gervigreind komi ekki til með að breyta námi framtíðar. En miðað við þær breytingar sem hafa víða orðið á kennsluháttum svona síðustu 5 árin í skólum hérlendis, þá tel ég óhætt að reikna með að námsumhverfi framtíðarinnar komi til með að taka meiri stakkaskiptum en niðurstöðu þessari skýrslu gefa til kynna. En í raun held ég að sé engin leið að spá fyrir nám framtíðar, en það ljóst að við verðum að vera áfram í takt við tíðarandann og gæta að jafnrétti námsnemenda allt land. Aðbúnaður nemenda hingað og þangað á landinu nefnilega samur að einhver leyti. Allir þurfa til dæmis að taka samræmt próf sem mjög dýrt í framkvæmd, en svo mikill munur á öðrum aðbúnaði eins og aðgengi að þverfaglegum teymum eða aðgengi á tækni og interneti. Sveitarfélögin styðja misvel við skólana. Það eru pólitískar ákvarðanir hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig hvernig skólamálum háttað og það eru tæplega 70 sveitarfélög á landinu. Ákvarðanir og áherslu sveitarfélaganna eru misjafnar. Það fara eftir áherslum þeirra sem sitja nokkur ár í senn. Leiða þannig ákvarðanatökur til jöfnuðar fyrir nemendur. En af hverju þessi jöfnuður nauðsynlegur? Allir nemendur eiga að hafa aðgang að fagfólki, menntuðum kennurum, náms- og starfsráðgjöfum, sálfræðingum og félagsþjónustu óháð sínum félagslega bakgrunni eða búsetu. Til að tryggja þetta koma stafrænar lausnir sterkar inn. En til að nýta slíkar lausnir þarf ákveðin startpakka af tækni og þekkingu að vera tryggður. Og það kostar og sum sveitarfélög ráða jafnvel ekki við slíkt. Til að gera þetta veruleika verður ríkið að stíga inn að mínu viti. Ríkið verður að tryggja þennan jöfnuð með stuðningi að minnsta kosti við einhverja ákveðna þætti. Það eiga allir nemendur að byrja á sama reit óháð sínu baklandi eða búsetu, fá sama startið. Þannig verða tækifæri nemenda raunverulega jöfn. Það trú mín að menntakerfið hér á landi hafi allt sem þarf til að vera framúrskarandi, bæði vegna mannauðsins sem þar starfar og líka vegna viðráðanlegrar stærðar eða smæðar sinnar. Breytingar taka styttri tíma í svona minna umhverfi og það ætti að gefa forskot umfram aðra. Það sem hins vegar vantar upp á mínum mati eru réttar áherslur ofanfrá, svona aukið samtal milli allra aðila þá sameiginlegu sýn sem menntakerfið þarf til að búa unga fólki okkar sem best undir þeirra framtíð með jöfnum hætti sama hvar á landinu nemendur eru staðsettir. Menntun má kosta, hún á að kosta. Því til langs tíma þá kostar að samfélagi margfalt meira að útskrifa nemendur sem komu úr skólakerfinu illa undirbúin undir sína framtíð. Gerum skólakerfi sem hentar nemendum og þeirra framtíð, ekki skóla sem hentar atvinnulífinu, foreldrum eða kennurum, heldur skóla sem hentar nemendum og tryggir jafnrétti þeirra til náms. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir Álfhildur, þetta var skórnort og áhuga hvetjandi sannarlega og við gefum hérna tækifæri til nokkura spurninga og það hér, við byrja á Elínu Oddnýju, hvaða skoðun þú hefur á boðum og bönnu varðandi tækni til að mynda alls að miðlægu símabann í skólum, það mjög sígilt deiluefni og einnig hvort skóla þurfa að bíða eftir því að all tæki verði keypt fyrir allir nemendur eða á að heimila nemendum að nota sín tæki og innleiða tækjabanka samhliða. Við byrjum á þessu. Já, þetta hérna vinsælt fjölmiðla umfjöllunarefni, bönn á tækjum í skóla. Þetta til dæmis á mínum vinstað býð við þann hérna ótrúlega lúxus að allir nemendur eru með aðgang að tæki sem
undir eftirliti skólans, en þar sem slíkt ekki, þá mæli ég með að tæki nemenda séu notuð til náms eingöngu og það sé þá undir leiðsögn kennara og það eru til verkfæri til að stýra því hvað nemendur eru að gera í sínum tækjum innan skólastofunar og það bara gott tæknilegt uppeldi að nýta sér þau verkefni en leið skapast með tímanum traust og nemendur læra að nýta sér þetta til náms, langflestir. Þannig ég ekki með allsherjar símabanni í skólum en hafi nemendur tæki frá skólanum til að læra þá engin ástæða til þess að síminn sé með í för að mínu mati. Ég held að Bjarni sé frosinn en ég sé spurningarnar. Það ein spurning var að ég... Ég búið að aftíða mig Það allnokkra spurningar í hvað, það tvær sem eru svona svipuðu nótum frá Sæmundi, hvernig má það vera að grunnskóla sé svo mismunandi langt á veg komnir með stafræna tæknikennslu og nám og þá fyrir önnur mikill munur á skólum í tæknilausnum fyrir nemendur og hverju þá að kenna og það fjárskortur og þjálfun kennara eða jafnvel áhugaleysi við komum til sveitafélaga og bæta hér við Elín Oddný spyr hvort að Google Classroom sé örugg lausn með tilliti til persónuverndar og öryggis gagna og þá Bjarki með spurningu reynslu af nemendum með námsörðugleika og hvernig þessar tæknileiðir nýtist betur eða verið í þeim efnum og við látum þessar spurningar duga, gjörðu svo vel. Takk. Já, til ég afgreiði Google þá Google örugg lausn og nýtir ekki neitt sem tengist Google G Suite sem svona skólalausnin þeirra. Þau gögn eru hvergi notuð í þeirra ranni, þannig að það örugg lausn. Með námsörðugleika, ég hef séð nemendur taka algjört stökk í námi við að fá þessar lausnir í hendurnar. Þannig að umfram allt þá þessar lausnir bestar fyrir nemendur með námsörðugleika, fái þeir þjálfun í að nýta sér þær á réttan hátt. Varðandi mun grunnskóla með stafrænar lausnir, þá hefur það, eins og ég segi áðan, þetta eru bara ákvarðanir hjá sveitarstjórnum og bæjarstjórnum hér og þar í tæplega 70 sveitarfélögum, hvort að eigi að leggja áherslu á stafrænar lausnir í grunnskólanum og ég til dæmis fór í grunnskóla síðasta haust og lagði þar inn var með hálfsdags námskeið og sýna þær leiðir sem ég að nota dagsdaglega í kennslu og þá kom til mín kennari í kjölfarið og sagði takk fyrir að koma og var ömurlegt að fá þig og ég var svona hálfsjokkuruð eða svona vissi ekki hvert hún var að fara en þá var sem sagt ástæðan sú að henni fannst þetta magnaðar leiðir til að nýta í námi en þau höfðu engin verkfæri til að taka við þessari þekkingu sem ég var að deila og nýta hana áfram því skólinn bjó ekki yfir þeim tæknibúnaði sem þurfti. En gleðifréttirnar eru að það fór allt af stað eftir komu mína þarna og allt að gerast í þeim skóla en það þarf einhvern pakka, það þarf að ákveða að þetta sé leiðin sem á að fara og koma með einhvern pakka, ekki bara tækin, heldur líka þjálfun, starfsfólks og kennara að nýta þau til náms, því það lykilatriðið. Og þá ætla ég að bæta við, kennarar þurfa ekki að vera sérfræðingar í tækni, þau þurfa að kunna ákveðið svona lágmark og svo gefa nemendum frelsi að nýta sér tæknina til náms. En takk fyrir mig, kærlega, gaman að vera með ykkur hér í dag. Já, takk, Álfhildur. Það poppaði upp ein spurning hér sem varst núna eiginlega bara að svara hér áðan líka varðandi hvað áherslu eiga að leggja upplýsingatækni í grunnskólum og hvort nemendur kunna að nota tölvurnar sem vinnutæki og því kannski bara örstuð bregðast á því að þú nýtti tíma svo vel í fyrirlesturinn. Í upplýsingatækni, sko, í draumaskólanum þá flæðir upplýsingatæknin yfir alla námsgreinar. Þá ekki upplýsingatækni tími í 40 mínútur, heldur verið að nýta upplýsingatæknina í dönskukennslu, íslenskukennslu, í íþróttum og í öllum greinum og það vel hægt og það eru margir skólar komnir svona
góða leið í þeim lausnum. Já, takk fyrir þetta Álfhildur og við höldum áfram og næstur og síðastur í röðinni hjá okkur Ingimar Friðriksson sem forstöðumaður UT-deildar Kópavogsbæjar og hann ætlar að fræða okkur Nightingale og með dæmum opna hugbúnaðarþróun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Þess að sér hérna skjánu hjá mér. Ég gaman að hlusta á fyrirlesara. Ég tengist þessum málum margan hátt. Ég náttúrulega með Fjólu í sem ráðgjafaráði í stafrænum lausnum fyrir sveitarfélögin og við erum að vinna gott starf þar og Fjólu að vinna gott starf þar fyrir hönd okkar í sveitarfélögunum. Helga í velferðarmálunum, við erum náttúrulega heilmikið að stúdera þessi mál í velferðarþjónustunni okkar og svo margar fyrirlestrar þessi mál, hvernig við getum bætt þjónustuna með einmitt stafrænni tækni. Og síðan Álfhildur, gaman að fá kennarann í lýsa sinni upplifun og við hjá Kópavogsbæ höfum verið að keyra breytta kennsluhætti síðan 2015 með mjög góðum árangri og ég mæli eindregið með því. Ég hef verið mjög virkur í því starfi og maður sér marga nemendur taka stökkbreytingu einmitt í áhuga og tíma sem þeir eyða í námið. Bara örstutt sjálfa mig. Ég sem tölvunarfræðingur frá Háskóla Íslands og svo með Master of Business Administration frá HR með svona sér áherslu á einmitt stafræna vegferð. Hef unnið hjá mjög mörgum vinnustöðum. Þetta svona þessi lykilvinnustæðir og yfirleitt hef ég unnið sem stjórnandi. Stundum segi ég því miður að því mér finnst svo gaman sjálfur að taka þátt í þróun og einstöku verkefnum. En ég hef svona verið fyrst og fremst sem stjórnandi í öllum þessum fyrirtækjum. Ég fjölskyldumaður og nokkra snertingar tók þetta saman svona eiginlega meira fyrir mig að rifja upp hvað snertingar ég hef haft í lausnum. Þetta kannski ekki tæmandi listi. En þarna koma margar lausnir sem við höfum verið að vinna hjá Kópavogsbæ, meðal annars á opnum bókhalds og breytti kennsluhættir. En síðasta sem við höfum verið að vinna einmitt Nightingale sem ég ætla aðeins að kynna fyrir okkur hér. Áður en ég fer að kynna Nightingale fyrir okkur, sem svona mikið gæluverkefni hjá mér, þá vil ég aðeins koma inn á svona ýmislegt varðandi stafræna vegferð og svona kannski nálgast þetta aðeins út frá tölvunarfræðingnum í mér. En ég sammála Fjólu, við erum mjög sammála í ráðgjafaráðinu það að mikilvægt að allir komi að borðinu í stafrænni vegferð, að þurfa mjög margir að leggja hönd á plóginn og við þurfum að samþætta mjög ólík sjónarmið ef við ætlum að fá góðar lausnir. Það sem við höfum svona verið að horfa á og ég svona hluti bara stefnu upplýsingatæknideildarinnar og verkefnastofu hjá okkur að auðvitað fyrsta krafan og oft megin krafan að auka skilvirkni, auka gæði þjónustunar, auka skilvirkninni í þjónustunni og það þarf að svona hafa það í huga þegar það verið að skoða og velja verkefni. En þá kemur annað atriði, við þurfum að passa upp á öryggi og Fjóla ræddi einmitt það að oft geta stafrænar lausnir í rauninni verið öruggari ef kerfið hannað þannig að það sé gætt að öryggi. Það
engin pappírar einhvers staðar í möppum eða á skrifborðum eða á vinnustöðum sem að einhver getur nálgast annar en þeir sem þurfa. Þú átt möguleika á því að gæta öryggis í upplýsingatækni en það þarf líka að huga vel að því. Öryggi getur líka stundum haft áhrif á skilvirkni. Það er að segja, skilvirkni verður ekki eins mikil þegar við þurfum að setja öryggið á oddinn. Og það kemur, ég get tekið bara svona dæmi, bara til dæmis dæmi hugbúnaðinn sem við erum að nota núna í fjarfundinum, Zoom, ágætis hugbúnaður og góður á þeim stað sem að hann nýtist best. Það er í svona stórum fundum þar sem margir taka þátt. En hann í sjálfum sér ekki endilega öryggjasti hugbúnaðurinn á markaðnum. Eitt af það sem hann gerir ekki, hann dulkóðar ekki samskipti. Þannig að Zoom hentar ekki í viðkvæmar ákvarðanatökur eða viðkvæm viðtöl eða samtöl. Síðan eru aðrar lausnir sem að gera það betur. En það eru kannski ekki eins skilvirkar. Og þannig að þetta er heilmiklar vangaveltur að skoða og velta fyrir sér og þá út frá mismunandi verkefni sem að verið að vinna með. Hvað er ásættanlegt öryggi? Og síðan náttúrulega gæði í hugbúnaðargerðinni, gæði í lausnunum, skjölun, þannig að sé mögulegt að þróa lausnina áfram og hún sé nú ekki að bila eða krassa eða koma með bögga. Og þetta bæði öryggismál og gæði oft heilmikil kostnaður til viðbót af þennan kostnað sem að tekur að þróa lausnirnar að huga þessu. Og svo það sem við leggjum mikla áherslu á er alltaf gegnsæið. Það er hverju breytt í hugbúnaðinum, hver breytti því, af hverju var það breytt? Og þetta sé alveg á hreinu og það sé auðvelt að kalla þessar upplýsingar fram. Og svona ef við teljum upp ykkur svona atriði sem að tengjast þessu síðan, og þetta er ekki tæmandi listi, enga veginn, að við erum með náttúrulega lög og reglur, fullt af lögum, fullt af reglum, ekki gleyma GDPR regluverkinu. Ég man ekki hvort það séu 60 síður af reglum frá Evrópu. Það er mjög þarft en heilmikil stúdía að passa upp á að við brjótum ekki. Skilgreindi ferlar, þarna kemur náttúrulega líka þekkingin á viðfangsefninu, gríðarlega mikilvægt að þekkingin á hvernig er best að vinna þetta og jafnvel möguleikar þekking á að endurskoða ferlana og endurhanna þá þegar verið að innleiða nýja ferla. Það er gríðarlega mikilvægt að hafa slíka mannskap með sér í þessari vegferð. Ég set á hlið þróunar aðferðir, það er bara heilmikil stúdía. Það hafi verið þróun hugbúnaðar hefur verið að breytast mikið og það eru þessar sveigjanlegur aðferðir, agile aðferðir, þar sem þú byrjar smátt brýtur verkefni upp í mjög marga búta og reynir að koma útgáum út sem fyrst. Það er þessi opna hugbúnaðargerð, þar sem að kóðin er opinn og þá geta allir gagnrýnt hjá öllum hvernig hann virkar. Þetta hefur allt sína kost og galla, en við þurfum að hafa sérfræðinga í þessu og ekki síst að stýra verkefnum og þá með við þá þróunaraðferð sem við ákveðum að beita. Notendamiðuð hönnun, þetta hefur nú verið mikið á síðasta ári, stúdía, það þýðir ekkert að fara að leysa hlutina nema að gera það þannig að hún sé notendavæn. Það er að hanna gagnasettið, gagnagrunnana á bak og þarna er kannski líka hanna alls konar hluti eins og lagskiptan kóða og það er heilmikið tækni sem að þarf að passa upp á til að þetta sé vel gert, nota bene. Það er hægt að gera hugbúnað á ódýrari hátt, en oft er hann þá ekki að uppfylla þau skilyrði sem við viljum setja á slíka lausnir. Það er búið að ræða gervigreind, en það er heilmikið stúdía kringum sjálfvirknina og hvað á að ganga langt í sjálfvirkninni, hvað á að ganga langt í gervigreindinni. Og þar kemur þá sauðfræðin
inn. Hvað eðlilegt að gera? Það gríðarlega mikilvægt í þessari vegferð að virkja alla, virkja þá sem eru að vinna að viðfangsefnunum, fá þeirra hugmyndir upp. Það þarf síðan að meta hugmyndinar og sjá hvort að þær séu framkvæmanlegar, hvað það kosta og hvort að þessi hugmyndir næst í röðinu og allt það. En það þarf oft hóp sérfræðinga til að útfæra síðan hugmyndinu. Og við megum ekki gleyma því og þess vegna höfum við einmitt í samstarfi við sambandið verið að og þessi ráðgjafahópur sem myndist á hefur verið að leggja áherslu á það gríðarlega mikilvægt að sveitarfélögin standi saman að þessari vegferð. Þetta of dýrt fyrir eitt sveitarfélag að standa í þessu. Reykjavík hefur gengið langt í þessu, þeir eru núna með 26 verkefnastjóra starfandi í stafrænni vegferð. Kópavogsbær hefur 4 stöðugildi en það eru mjög fá stöðugildi annars staðar á landinu og þetta heilmikið vinna. Við þurfum ekki bara tölvunarfræðinga eins og við höfum talað við þurfum síðan viðmótshönnuði, við þurfum verkefnastjóra, við þurfum lögfræðinga, við þurfum sérfræðinga í gæðastjórnun, sérfræðinga í öryggismálum, við þurfum að rýna þessar siðfræðingar. Og þetta eins og ég segi ekki tæmandi listi. Svona aðeins inn á þetta en ef við fyrir svona aðeins að nálgast viðfangsefni mitt í þessum fyrirlestri að það Nightingale og svona aðeins inngangur inn á Nightingale sem heilmikil pólitík. Hvernig mælum við árangur? Og við lifum á fordæmalausum tímum eins og oft hefur nú komið fram. Jörðin og kannski heimsbyggðin að mörgu leyti að græða á sumum aðgerðum sem við höfum farið í. Það er náttúrulega skrítið og mjög slæmt að við búum í heimi þar sem að svona hörmungar, svona hræðilegu faraldur þarf til að við drögum svona gríðarlega mikið úr flugi, úr umferð. En það náttúrulega þessi afleiðing aðgerðan okkar og ef við skoðum hvað hefur gerst, það alveg rosalega mikið nýsköpun í gangi í heiminum og styður það heimsmarkmið nýsköpun. Horft til innlends fæðuöryggis. Það heilmikið verið að skoða fæðuöryggi og þannig að við þurfum ekki verið að flytja allan að mat á milli og þetta tengist náttúrulega heimsmarkmið 11 sjálfbær samfélag. Sparnaður í eldsneyti. Það náttúrulega ábyrg neysla, heimsmarkmið 12, bætt loftgæði, heimsmarkmið 13, minni mengun, heimsmarkmið 14 og 15, við erum að ná gríðarlegum árangri á þessum tíma. Það meiri alþjóðasamvinna og það alltaf bara heimsmarkmið 17. En samt talað að þetta verði mesta kreppa sem nokkuð tíman hefur komið fyrir heiminn. Og það þetta ástæðan náttúrulega kerfi sem mannanna verk. Og þetta tekjur að minnka en mörguleyti þá eru peningarnir einhvers staðar til staðar í hagkerfinu. Þeir eru bara ekki að flæða. Og þetta svona spurningum verðum við ekki að mæla árangur með öðrum hætti. Og þar koma einmitt heimsmarkmið sterk inn og þau eru 17. Markmiðin sjálf eru 17. Ég held að undir markmiðin eða targetin séu 169 og þá spurning, getum við ekki reynt að breyta þessu eitthvað og ég ekki með lausnunar hvernig við að breyta hagkerfi, en það ég ekki hagfræðingur en þetta stundum hljóma svo skringilega þannig að við erum að ná gríðarlega góðum árangri en þarna þetta eitt af heimsmarkmiðin góð atvinna og hagvöxtur en við erum að umbylta hagkerfum heimsins og til dæmis á Íslandi erum við
í sjálfum sér við að taka starfsmenn í vinnu bæði á atvinnuleyfisbætur og í starfshlutfallar svona styrk en eigum við ekki að virkja þessa starfsmenn, eigum við ekki bara að virkja alla þó þau séu tímabundið án atvinnu við ferðaiðnað, eigum við ekki að virkja þau í ykkur önnur verk og það er náttúrulega verið heilmikil umræða þetta. En hvernig getum við mælt þetta og þar kemur inn á svona ýmislegt kannski Kópavogsbær hefur gert og Kópavogsbær hefur einmitt leitað viljum samstarf við önnur sveitarfélög og höfum sannarlega verið í samstarfi kennslufræðilega hluti, við erum með opin vef kringum það en hérna svona sumt af því sem við höfum gert sem við höfum svona verið að reyna að ýta að öðrum sveitarfélögum að það er að fara í sameiginlega vegferðum að votta ferlin okkar, votta starfið og það er skynsamlegt að reyna að sameinast hvernig hlutin eru gerðir. Það þurfi ekki allir að finna upp hjólið. Við erum semst með ISO 9001 votta gæðakerfi þar sem allir ferlarnir okkar eru allir ferlarnir í stjórnsýslunni, þá í stjórnsýslusviðinu, menntasviðinu, umhverfissviðinu og velferðarsviðinu eru sem sagt skilgreindir og vottaðir. Þetta er gríðarlega mikilvægt af því þegar við förum í breytingar þá þurfum við að endurskoða ferlinn og gera það með formlegum hætti. Markmiðin heimsmarkmiðin eru hluti af stefnu Kópavogsbæjar sem er mjög áhugaverð nálgun og við höfum verið svona að leitast til að mæla stöðu okkar og árangur gagnvart heimsmarkmiðum. Við erum í ISO 37120 vottun með árangursmælingar opinberra aðila. Við fengum platínu vottun í fyrra og við höfum svona verið að hvetja aðra til þess að horfa í sömu átt varðandi þetta til þess að geta séð og mælt árangur sveitarfélaganna og svo höfum við verið að vinna til dæmis á mælaborði á velferð barna. Við fengum verðlaun fyrir þetta verkefni á síðasta ári hjá UNICEF. Mjög skemmtilegt verkefni og það er einmitt að nýta sér Nightingale til þess að halda utan mælingarnar á velferðinni. Og nú er ég nú aðeins að nálgast Nightingale og verða að vera stuttur og ég mun væntanlega setja frekari kynningar á Nightingale á netið þegar við erum að opna það meira fyrir önnur sveitarfélög eins og við stefnum að. Þetta byrjaði sem pilotverkefni, lítið pilotverkefni og fyrst og fremst til þess að skilja hvernig Social Progress Index virkar sem er ákveðin aðferðafræði varðandi að blanda saman ólíkum mælingum á tölfræðilegan hátt og við skildum það, við þróum þetta mjög vel og héldum síðan áfram þróuninni, fengum verktaka í að smíða viðmót á þessi gögn og þessa lausn og síðan seinna fengum við hóp sumarstarfsmanna með á síðasta ári í sumar og í sumar munum við ráða enn fleiri sumarstarfsmenn til þess að gera átak í að það koma þessari lausn út til allra sem að vilja. Lausnin er þróuð einfaldlega til þess að halda utan mælingar. Hún er ekki að mæla neitt, en hún er að halda utan mælingar. Hún er síðan að halda utan markmið, þar sem við setjum okkur markmið, árangursmarkmið, sem er gríðarlega mikilvægt í opinberu starfi og ekki síst í einstökum verkefnum að setja sér markmið í einstökum verkefnum til þess að geta metið árangur verkefnisins. Halda utan aðgerðir sem ætlað er að skila árangri og þannig erum við semst að halda utan verkefni sem að við ætlum beinlínis úr rökstuðjum og við viljum setja pening í af því þau eiga að skila einhverjum tilteknum aðgerðum, mælanlegum árangri. Og þá þurfum við náttúrulega mælanleg markmið og þá setjum við aðgerðina á stað og mælum. Og þetta er nokkur atriði önnur árangursvísitölu, þetta setja árangursvísitölu upp í kerfinu, tengja mælingu við heimsmarkmiðin, birta árangur myndrænt og einfalda söfnum mælinga. Þetta er orðin
nokkuð stórlaust og ég ætla bara rétt að sýna ykkur svona bara megin atriðin í lausninni, taka eitt lítið dæmi, en við höfum verið að vinna þetta í samstarfi við OECD og OECD hefur hvatt okkur mikið, við erum í samstarfi við 10 sveitarfélög út allan heim í varðandi innleiðingu heimsmarkmiða og OECD hefur lýst þvílíkri velþóknun á nætingi lausninni og hefur hvatt til dæmis þessi 10 sveitarfélög að taka hana upp í sínu starfi. Og þannig að það hefur náttúrulega gefið okkur svona byr undir báða vængi að halda þessu starfi áfram. Við höfum verið með SPI Imperative í London, World Council City Data, UNICEF og svo síðast félags- og barnamálaráðuneytið, en við erum í viðræðum við þá að opna lausnina fyrir fyrst 5 önnur sveitarfélög og síðar öll sveitarfélög á landi. Ég ætla að taka bara eitt lítið dæmi til að þið skiljið út af hvað Nightingale gengur. Þetta sem sagt ISO 37120 mæling, vottumæling hjá Kópavogsbæ. Tiltölulega skiljanleg mæling, þetta fjöldi ferða með almenningssamgöngum. Og í dag staðan sú að við erum með undir 5 ferðir að meðaltali hjá okkur. Hjá Kópavogsbæ. 5 ferðir með almenningssamgöngum og þetta meðaltal, þannig að þeir sem fara á hverjum degi, 2 á dag, jafnvel 3 á dag, að þeir náttúrulega eru inn í þessari tölu. Þetta eru 5 á ári og við getum sagt, þetta ekki nægilega umhverfisvænt og fáum með strætó. Og og við höfum ákveðið í samvinnu við samgönguráðuneytið og önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að fara í svokallað átaki í samgöngum og við ætlum að byggja upp borgaralínu borglína þarna og ef við gerum ráð fyrir að við fáum fyrsta áfangan það áætla hún verði einhvern tímann árið 2023 að þá getum við síðan farið að mæla hvort til dæmis samkvæmt þessari mæleiningu hvort að fjölgunin hvort að aðgerðin að skila árangri. Við setjum okkur markmið. Við viljum fá að meðaltali 35 og við getum tölfræðingar geta þá mælt það hvað það hefur góð áhrif á umhverfið, hvað það hefur góð áhrif á bara umferðarmenninguna, umferð á teppuna hér og svo framvegis og þetta er svona dæmi hvernig við getum hugsað þetta. Við setjum okkur markmið, við viljum fá 35 að meðaltali úr undir 5 og svo mælum við aftur. Við höldum áfram að mæla. Við mælum og sjáum þetta hafa áhrif. Við getum farið í aðgerðir. Svo dettur inn nýr áfangi á borgarlínunni. Svo mælum við aftur og svo mælum við og mælum og endanum þá sjáum við náum markmiðinu samkvæmt þessu 2029 og og fögnum því. En þetta er svona grunnurinn af því sem að Nightingale gengur út á, að það er að við erum að mæla eitthvað, við erum að setja okkur markmið og við erum að fylgjast með árangrinum og í rauninni getum við með margar línur, margar aðgerðir, ólíkar aðgerðir og auðvitað er ekki hægt að sanna að þessi aðgerð hafi haft þessi áhrif, en við getum allan að réttlæta og sjáum að við erum að stefna á þetta og þetta er það sem við ætlum að reyna að ná með einhverjum hætti. Aðeins í lokið ætla ég að sýna ykkur nokkra skjámyndir úr lausninni sjálfri, en þetta er svona, þarna er ég að skoða einmitt sáttmála, vísitölu sáttmála samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og þessi sáttmáli samgöngunar var vel unnin. Þeir settu upp þessi megin markmið, þeir settu upp markmið aukið umhverfisöryggi, greiðari samgöngur og kolefnalaust samfélag. Og svo var fjórði þátturinn hann er verið neðan í viðmótinu. Það verið sem sagt að þessi skilvirka framkvæmdir. En þetta er svona megin markmiðin sem að menn settu fram.
Og ef við skoða eins og í þessari lausn, það er náttúrulega hægt að vera með þessar mælingar í hvaða lausn sem en þessi lausn sýnir þetta svona myndrænt, að þá get ég síðan skoða nánar til þess hvað er að gerast undir greiðari samgöngur. Og þegar ég skoða greiðari samgöngur, að þá sem sagt get ég séð hvernig það skiptist upp í góðar hjól- og göngustígar og gæði almenningssamgangana og meðal biðtími einkabíls. Ef ég hef þessa mælingar, þá get ég búið til vísitölu yfir greiðari samgöngur, sem sem sagt hluti af vísitölu verkefnisins. Og svo get ég drillað með ennþá neðar og séð aktúal mælingarnar, til dæmis í gæði almenningssamganga, þá fer ég aftur inn og sé lengst til hægri niðri, þá sé ég dæmi sem ég sýndi ykkur áðan með fjöldi ferða með almenningssamgöngum og hvernig íbúa. Og þarna sjáum við þetta þennan sáttmála koma inn og við erum að ná markmiðinu og getum fylgst með því myndrænt. Að lokum vil ég aðeins sýna ykkur hvernig við tengjum þetta við heimsmarkmiðin, en hægt að taka sérhvert verkefni og tengja það bæði við mælingar sem eru studdar við heimsmarkmiðin eða sýna árangur heimsmarkmiðin, það er líka hægt að tengja það beint við heimsmarkmiðin. Og þarna sjáum við til dæmis, við skoðum þarna á þessari mynd að þá er til dæmis engin fátækt, að og ef þú myndir húfera yfir þetta í lausninni sjálfri, þá kæmi rökstuðningur, akkur þetta minni fátækt. En þá erum við að tala að það sé minni þörf á að til dæmis eiga einkabíl í Íslandi. Rökstuðu það að þetta til dæmis eykur jöfnuð að fá þessa borgarlínu inn í umhverfið okkar. Og sama með aðra röksemdafærslur. Hérna erum við líka að blanda inn kostnaði verkefnana og birta það þannig að við sjáum og getum í rauninni reiknað út hversu mikið Kópavogsbær er að setja í einstök heimsmarkmið. Og lausnin býður upp á ýmislegt annað sem ég hef ekki tíma til þess að ræða hér en svona tristi að þetta hafi vakið einhvern áhuga hjá okkur að kynna ykkur þetta seinna og hugsanlega nýta ykkur lausnina þegar fram í svona til framtíðar. Ég segi þetta gott og þakka fyrir mig og tek við spurningum. Ég ætla að leyfa glæðarum að vera á ef eitthvað kemur upp sem við viljum skoða nánar. Takk fyrir þetta og mjög áhugavert og meðan að þið eru að skrifa fleiri spurningar þá getur þáttakendur og þá vil ég kannski koma því að gaman að því að fá að heyra og kannski kynnast þessu verkefni í Kópavogi ólíklegum stað. Í fyrra var ég í kynningu hjá Flæminga hér þeir voru að gera í heimsmarkmiðin og slikt í Brussel og þá voru þeir sérstaklega með Kópavog sem fyrirmynd og þar lærið ég eitthvað fyrst þetta hjá ykkur og það kom að utan. En mjög athyglisvert og Kópavog var alveg í fremstu röð á þessu sviði. En við byrjum hér á spurningum. Það er undanfarna viku hvort að það hafi fleytt okkur áfram í stafrænum lausnum og virkja fleiri að læra og nýta þær og þannig auðveldað innleiðingu hjá sveitarfélögunum og hvað þú sér fyrir í því hvort þetta verði auðveldar að koma þessu enn frekar á og þá einnig hvað helst liggi beinast við að bera niður með stafrænum lausnum til að auka sjálfbærni sveitarfélaga og hvað hefur gengið best í þeim efnum og hvað floppað og kannski bæði ykkar dæmi og kannski svo þekki til annar staðar í samstarfssveitarfélögum. Já, svona hvað ber að forðast? Við erum einmitt í þessu ráðgjafaráði að leggja upp svona ákveðna aðferðafræði varðandi
hvernig við getum aukið samstarfið. Það sem ég held að sko það eru komnar gríðarlega miklar og auknar kröfur öryggi og gæði. Og ef við ætlum að fara síðan að taka inn í stafrænar lausnir til viðbótar gervigreind og aukna sjálfvirkni, að þá verður mjög erfitt fyrir sérstaklega minni sveitarfélög og í rauninni fyrir Kópavogsbæ að fylgja stafrænni þróun nema í samstarfi við fleiri aðila. Og við höfum verið svona að skoða þetta og þá líka í samstarfi við ríkisvaldið. Það heilmikil vinna í gangi varðandi stafrænt Ísland og síðan eins og ég sagði áðan að þá stafræn Reykjavík líka komin miklu lengra heldur en við flest hinn. Og en við þurfum að standa saman og auðvitað væri gott að ýta undir frumkvæði sveitarfélaga og að gera, en það þarf að gefa þeim tækifæri til þess og þetta auðvitað tækifæri líka fyrir minni sveitarfélög sem að það myndi þá fá styrk til þess að leiða einhver verkefni og jafnvel þá störf út á land eða ef því er að skipta. En hvað þau gengi best er sko lausnirnar eru líka ekki ódýrar ef þú ætlar að gera þetta vel. Og þá eru einstaka lausnir jafnvel kosta ég ætla að gera nafnarinn þær eru skipta 10 milljóna og jafnvel sumar eru komnar yfir 200 milljónir og þá er það kannski bara lausn sem er í rauninni að vinna með eitt ákveðið ferli. Þannig að þetta er líka engan veginn bolvagn minni sveitarfélaga og ekki Kópavogsbæjar að standi því að þróa öruggar og traustalausnir eitt og sér. Við þurfum samstarf, við þurfum að koma okkur saman. Það sem við hefum kannski gert í fortíðinni er að menn hafa stokkið á ódýra kosti og eru þá hugsanlega að fórna öryggi og gæðum. Og það auðvitað gengur ekki til lengri tíma og þegar til dæmis persónuvernd fer smátt og smátt að taka út rafræn ferli sveitarfélaga og þá getur vel verið að einhver sveitarfélög lendi í einhverju vandræðum með að útskýra hvernig persónuverndar þættinum er háttað í lausnunum. Já, takk fyrir þetta. Það er fleiri spurningar og fáið til að mjúta bara meðan ég fer þar fram. Það er frá Bjarka Hjörleifs, er mögulegt að yfirfæra lausnuna á hvaða mælikvarða sem og til að mynda ef að sveitarfélög vilja mæla árangur í framkvæmdum eða ánægju með framkvæmdir. Og frá Ingvari, nú eru sveitarfélög með mismunandi kerfi sem halda utan upplýsingar og einhver kerfi sem eru betri en önnur til að vinna úr upplýsingum og gera mælingar og kannski taka eina spurningu til, hafa önnur sveitarfélög sýnt þessu áhuga og heldur að Nightingale sé til útflutnings. Gjörðu svo vel. Já, við byrja bara á, við erum alltaf búin að vera að vinna þetta með þessum 10 sveitarfélögum og höfum kynnt það fyrir þeim og þau hafa erlendu sveitarfélög notabenn sem hafa sýnt þessu mikinn áhuga og við höfum líka unnið þetta með félags- og barnamálaráðuneytinu varðandi mælingar á velferð barna. En við erum ekki og við sjáum hvernig það fer. Við erum að horfa til, Kópavogsbær er náttúrulega ekki hugbúnaðarhús og þannig að við erum og í rauninni í byrjun þá neitaði ég að gera nokkuð í þessu og vildi að menn myndi finna tilbúna lausn og fara í samstarfi eitthvað hugbúnaðarhús um þetta. Á endanum fórum við með þetta í svona pilot og svo er þetta orðið svona stórt. Þannig að
já, ég held að sko varandi mælingar, þannig að ég held að sko við stefnum allan að því að þetta nýtist flestum og helst öllum. Og varandi mismunandi mælingar, að þá tekur Nightingale við í rauninni hvaða mælingum sem er. Og við erum bara að bæta það og við erum nú verið ég kannski aðeins tæknilegur, en við erum síðan með svona vefþjónustulag sem að mun auðvelda sjálfvirka mælingar. Þannig að það sé hægt að senda mælingar bara með öruggum hætti inn í Nightingale og það safnast upp og það gríðarlega mikilvægt til þess að þetta verði ekki of íþyngjandi að standa að svona árangursmælingum. Og við höfum svona verið að ræða við Hagstofuna til dæmis ýmsa mælingar hjá þeim og Þjóðskrá og stefnum á að alla mælingar sem hægt að færa sjálfvirkt yfir í Nightingale, þær verða færðar sjálfvirkt yfir. En það auðvitað að vinna framöndan í því. Já, bara kæra þakki fyrir þetta og við erum vera komin á leiðarenda í dag og ég vil þakka ykkur alveg sérstaklega fyrir lesarar góðir. Þetta búið að vera mjög fræðandi og áhugaverð erindi og það líka búið að vera alveg yndislegt að sjá hvað margir tekið þátt í þessu með okkur. Það voru 200 mann sem að melduðu sig á viðburðun og stórhluti þeirra búin að vera hér með okkur í dag og fylgjast með og taka þátt í þessu og bara kæra þakki fyrir þetta. Þetta vel heppnað og skemmtilegt og ég bara þakka fyrir hönd þeirra sem að þessu stóðu allra og ég gangi út í vorið og njótið helgarinnar. Verið þið öll bless.